Já, 2 stig viðbót en þetta var svona orðið svolítið tæpt þarna í lokin. Þetta var svona fulltæpt. Við vorum komin að 7 mörkum yfir held ég og vorum svona, það var erfitt, fengum 2 rauð spjöld og svona og mikilvæga leikmenn en já, bara mjög ánægð að hafa klárað þetta. Það var svona pata á ykkur þarna í lokin þegar Írringarnir fóru inn í 3 vörnina. Já, við vorum kannski full mikið að verja forskotið í staðinn fyrir að sækja en já, það er stundum erfitt að mæta svona 3-3 vörn þegar maður er ekki vanur í að spila á móti alltaf þannig en við náðum sem betur fyrir að klára þetta. Það er náttúrulega stigin sem gilda. Já, algjörlega. 2 stig á heimavelli og við erum enda búin að taplausar á heimavelli, þannig ánægð með það. Og hafið svona sætaskipti við Írringarna, lyftið ykkur upp í 4. og sendið þá niður í 5. Já, einmitt. Ég er ekki alveg klár á töflunni en já, gott að vita. Allavega það er staðinn. En er svona spilamennskan á okkur, er hún að batna eða hvað? Já, mér finnst við bara að vera að bæta okkur bara með hverri viku. Þó að kannski svona aðeins, ég ætla ekki að segja versna en það var smá svona hik á okkur í dag en ég hef fullt á trú á að þetta verði bara betra og betra. Já, það er náttúrulega talsverðar breytingar á milli ára, bæði á leikmannahópnum og þjálfaraskipti. Já, ég held að það hafi verið einhverjar 6 byrjunarliðsleikmenn og já, þjálfarar og já, mikla breytingar en ég er samt bara mjög ánægð með bara fullt af ungum og eftirlegum stelpum sem eru bara að stíga upp, sko. En markmiðið er náttúrulega að veita liðunum að vera þarna í topp 4? Já, algjörlega, og meira en það.